Meistari, þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Já, bara sáttur að klára þetta sko. Kannski, já, bara sáttur að klára þetta. Þetta var nokkuð jafn leikur, áttirðu von á því? Já, ég átti það. Við áttum bara erfitt með að slíta það á okkur. Komist hérna, það var ekki mest upp ykkur 10-11 stigum, en þeir koma alltaf tilbaka. Þeir eru duglegir og halda alltaf áfram og það er bara búið að sína sig í leikjum eins og móti Hamri og móti Tindastól og þeir eru bara, já, það er bara erfitt að hrista það af sér og þeir eru að gera margar hluti mjög vel, þannig að ég er bara ánægður að klára þetta. Með hvernig svona fyrsta deildin hefur farið af stað, hvernig hefur þið svona fundist hún? Bara, það eru kannski þrjú lið sem að aðeins gera sig úr sko. Vestur er enda góðir og þetta Selfosslið eftir að stela fullt af leikjum, eða stela, bara eftir að vinna fullt af leikjum, þeir eru bara segir sko, með fína kalla sko. Sáttu með byrjun þíns lið svona á tímabilinu? Já, við erum búin að tapa tvisvar og oft, einu sem móti Njarðvík og einu sem móti Breiðablik, en við erum bara að vinna okkur leik, mér finnst við vera betri og betri og við verðum bara að halda áfram sko. Er ekki stefnan hjá okkur að fara beint upp aftur? Jú, það er beint upp aftur, við vorum í fyrstu deildi fyrra, en stefnan hjá okkur er að fara upp, það er ekkert leyndamál, en við þurfum að verða betri og erum bara að vinna í því. Þið takið nú heldur betur ferðalögin alltaf á ykkur, það fer ekkert í svona leikmannahópinn, hvernig það er? Það er aldrei þreytað svona þegar það kemur út í leikunum? Nei, bara við erum með stjórn og fólk á Egilsstöðum sem vinnur í kringum þetta og góða styrktaraðila og það er ekki alltaf kvart undan inni. Við fljúum í einhverja 50 mínútur á leikdag eða klukktíma og það er engin vorkunn. Við veljum okkar að búa á Egilsstöðum og það er frábært að vera og ef við ætlum að væla undir þessu þá bara flytjum við það sem við erum nær fleiri körfuboltaleikjum. Bestu þakkir, gangið vel.